sest hjá mér Nicole Lee Mosti, þingmaður Bjartar framtíðar og formaður velferðarnefndar Alþingis. Velkomin, Nicole. Takk hérlega fyrir að bjóða mig. Já, það vakti mikla athygli eins og ég sagði hérna áðan. Það Mikael Torfason, sem sér þættina Fátækt á Rás 1, kom hérna fyrir viku síðan og flutti mikla eldræðu fátækt og þú sagðir í kjölfarið að hér væri bara þörf á almennri umræðu þennan bara samfélagslega vanda sem við stöndum frammi fyrir, að hér búa eitthvað í kringum 4.000 manns við sárafátækt samkvæmt þeirri skilgreiningu, 6.500 börn búa við allavega það sem skilgreinir sem fátækt. Sko, ég skoðaði stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, það ekki mikið talað fátækt, eða ekkert talað fátækt og ekki mikið í rauninni talað þessi mál þar. Hvað svona, ég spyr bara beint, hvað ætlið þið að gera? Orðið í sjálfu sér kemur ekkert fram þannig, en ef skoðið all þeim kerfum sem þarf að takast á við fátæki, þá eru fullt af stór orðum, eins og til dæmis í almannatryggingu, í menntunarkerfi. Ég meina hluti eins og, við tökum bara mín stað sem innflytjendur. Ég get alveg verið einn af þessum manneskjum sem hefur fengið þessi skilgreiningu. Ég meina þegar ég flutti hérna, ég var með 40.000 krónur á mánuð laun, halvan dag í leikskóla og var að skúra á 2 stöðum til þess að ná saman pening til þess að geta greiða hlutunum. Ég myndi vera einn af þeim. Þekkir þetta á eigin skinni? Já, á eigin skinni. Að þetta í okkur sátumál, það ýmislega heilbrigðiskerfi. Þetta svolítið, við tökum orðið fátækt og þetta alveg eitt lítinn orð sem hafi rosalega mikið skilning bak við því. Og þessi skilgreiningu sem við nótum og neysla viðmið og þessi stett hefur minni og verra en þessi stett og einstæð foreldra. Við þurfum að skilgreina hvað einstæð foreldra og hvað það í þeirra fari sem setja þeim í þessu stöðu. Því að við þurfum líka að viðurkenna að það til einstæð foreldra sem hafa þetta gott, sem lifa vel af og börnum þeim njóta góðs afkerfi sem þar til að bjarga þeim. Og meðan þau vinna og hafa þak yfir höfuð og þetta svo víðtæk og inn í okkur, heilbrigðiskostnaði. Þetta getur sett fólk í fátæksgildru. Það ýmislegt og við með alls konar kvæði og orðum hér og þar sem mun takast á þessi margvíslega vandinn sem fátæki. En þarf ekki eitthvað þú nefnir hérna menntunarkerfið, almannatryggingar, heilbrigðiskerfið, ekki þörf á því, við svo fámenn þjóð og það svo erfitt að horfa upp á því sérstaklega þegar fólk aftur fara að tala góðæri, að hérna séu svona margir að búa við það sem skilgreint sem sár fátækt og manni finnst það svo undarlegt í svona miklu fámenni við getum ekki haldið betur utan um fólk. Þarf ekki í rauninni öll þessi kerfi sem varst að nefna áðan að koma einhvern veginn saman til þess að leysa þennan vanda? Þeir þarf að koma saman, en þeir þurfa að koma saman með það sama markmið, að gera fyrir þeim sem hafa það verst með valdefling, hvort þetta andleg valdefling eða að efla fólk til virkni. Til dæmis við með fólk sem skilgreint öryrkjar. En það ákveðin aðstæður fyrir þetta, kannski það tengist það eina starfsgreina sem þeir hefur alltaf unnið í. Og úrræði fyrir þeim að þykja bótum og komast inn í þessi kerfi, en samt ekkert endilega, því að það möguleiki fyrir þeim að koma og vinna á vinnumarkaði. En möguleiki fyrir, því að kannski það eina hlutastarf sem í boði ræstingustarf. Og þú með meisli sem mun bara gera verri. Þá þetta ekki í boði fyrir þig. Við þurfum að hugsa svona utan kassan og við þurfum að hugsa menntun. Til dæmis, ég ekkert með þetta orðrætt, ég hef átt að hafa þetta orðrætt, þessi 25 ára reglu sem var sett af fyrir ríkisstjórn. Við verðum að taka þetta af, við verðum að vinna í það. Nei, ég ekki sátt við það. Við í Bjartar framtíð reyndum að koma og í okkur samnings í því að við vinnum að það vegna þess að þarna erum við að tala þarna kannski einn af þessum foreldra sem einstæð, sem lendi því eignast barn ung, 18 ára.
barn kemst ekkert inn í leikskóla fyrir 2 ára, þá er hún orðin tvítugt. Að reyna að það þarf að vinna inn í leigumarkaði, að finna húsnæði. Það er ýmislegt þarna sem kemur þessi manneskja ekkert endilega inni. Ég er alveg rosalega, ég veit að þetta er kannski óþolandi fyrir fólk að heyra hvað ég tala hluti í Breiðholtið, en við verðum að gera þetta. Því að þarna höfum við reynd að taka á hluti, við höfum reynd að láta kerfum vinna saman, við höfum fengið aðkomu ríkisins sem mætti sveitafélag, því það mestu þjónustu veitið og Mendi núna til dæmis var einmitt verkefni þar sem ríkið reyndi að koma fólk eftir á stað í menntunarkerfi, komum eftir inn, fólk sem hefur dottið út og það var greitt af menntamálaráðuneytinu, það var greitt að hluti til af Reykjavíkurborg og Mímir. Þessi komið saman með að koma fólk eftir og fullt af íslensku námskeið voru veitt fyrir innflytjendur sem kannski hafa allt annað menntun sem þau ekkert fengið mettað. Það er líka í stjórnarsáttmála hjá okkur. Við viljum að fólk fær þeirra menntun mettað og þau kom inn í menntakerfi og ná sig á flug að og þarna vorum við að valdefla fólk. Ég sem leikskólastjóri fór út og betlaði og fekk mér eins mikið styrk og ég gat til að halda íslenska námskeið fyrir mínu foreldra. Svo þau ekki tengist betur það sem ég verið að gera með börn og líka samfélag sem heild. Það er svona hluti og það er verkefni Tinna núna í gangi sem fyrir ríkisstjórn og velferðarvaktin kom víða af að setja í gangi þar sem við erum að vinna með einmitt einstætt foreldra og þessi börn sem eru búið með sárafátæk og komið þeim í íþróttir og tómstund og skoða og rýna og þeim mun mæta til minn á mánudaginn til að kynna með þessi verkefni og velferðarvaktin til þess að tala við okkur og það við þurfum að setja okkur saman, greina vel hvað vandinn og hugsa alltaf það næsta skref og hvernig við eflum fólk að komast áfram en ekkert með reiði. Nei. Ekkert með reiði. En sko, það er náttúrulega bara hið besta mál að valdefla fólk og endurmennta það og endurhæfa það þá sem að það á viðum, en við erum náttúrulega með sko öryrkjar, alveg eins og eldri borgarar og allir svona hópar sem rættur er náttúrulega ekkert einsleitur hópur. Sumir öryrkjar eru tímabundnir öryrkjar, geta komið sér kannski í einhverju hlutavinnu eða eitthvað slíkt. Aðrir eru náttúrulega bara verða aldrei vinnufærir. Og fólk talar að bæturnar sem að verið að greiða þessu fólki séu skammalega lágar. Það er eitt af því sem að Mikael nefndi, að við séum í rauninni bara að halda fólki niðri að því við viljum einhvern veginn að berjast út úr þessu, en það er bara ekkert valkostur fyrir alla. Nei, ég vil ekki trú að við erum að reyna að halda fólk niður. Auðvitað þurfum að skoða þetta, við þurfum að skoða þetta í samhengi við. Og þetta er lág bætur sem fólk er að fá. Reyndar hefur þetta breytið það hugtaki lífeyris. Til þess að reyna að koma þetta en þar á að vera líka önnur úrræði sem koma af og við verðum að skoða þeim. Núna var eitthvað hækkun sem fór fram áramót og það veldi skerðing annars staðar í kerfi sem byggir þá að þann hóp. Við verðum að horfa á þetta bara mér víða og sjá hvað tekur við af hvað og þegar ég tala valdefling, það er alveg rétt í því, það er fullt af fólk sem mun ekki koma út á vinnumarkaði en þegar ég tala að efla fólk til virkni, ég tala samfélag, ég tel að allir hef eitthvað hlutverk að ganga, stórt eða lítið, ég meina þingmenn ekkert með aðstoðumenn og það er öryggir sem þykir lág bætur. Væri þetta ekki fínt að þeir geta hjálpa mig með það sem ég þarf að gera í skrifstofu, við getum vinnið saman. Við getum vinnið saman á þessi mál sem situr á borðið mitt núna. Við þurfum að hugsa utan kassan. Hvernig allir, þetta valdefling er líka, þegar ég tala þetta, ég vil meina líka við komum í veg fyrir þessi félagslega einangrun. Því að það er að vera fátæk hvað varður krónum og möguleiki á vinnumarkaði og þetta. Það er annað að vera fátækt í hugsun og Mikael kom svolítið inn á það að það eru margt fólk í þessum staði sem pínu svona, er þetta svona fyrir mig? Þarf ég að lifa á þessum kerfum? Nei, við verðum að hugsa utan kassan og vinna saman allir að fólk og þannig megum að tala við öryggjur, hvað með falla fólk? NPA verður lögfest á þessu kjörtímabili. Þetta munum við gera og það er mikilvægt. Þannig verður að tala þess hóps fólk sem lendir, jaðarhóp sem lendir undir. Og það er mjög mikilvægt að þessi kerfi sem við erum að vinna með og allt þessu og þessi valdefling, það snýr líka af þeim. Mér langar rétt í restina, þú náttúrulega
þú og Pavel Bartosek brjótuð blað núna í kosningunum. Þið eru fyrstu innflytjendurnir sem eru kosnir sem aðalmenn inn á Alþingi. Og þú svona sérstaklega eftir þessa umræðu síðustu viku að þá svona má segja að þú svona kannski fengið smá baukinn einhvern veginn fyrir það að tala ekki fullkomnu íslensku. Finnst þér, eru Íslendingar með svona bara fordóma fyrir innflytjendum? Upplifirðu það? Ég myndi aldrei alhæfa Íslendingur hafa það, en það hluti Íslendingur sem, gerir það og ég hef lengi þurft að þola það. Sem formaður hverfisráð, ég sitt eitthvað inn og á Facebook síður hjá íbúasamtökin og þá bara, hún tjá sig ekkert vel og hún segir þetta og ég þurfti að þola þetta lengi og hefur ekkert leyft þetta þannig sér fara fyrir henni inn í húðin. Nú erum við að beita þetta gegn mér og mér finnst þetta rangt. Mér finnst þetta mjög rangt vegna þess að við viljum hafa samfélag þar sem allir getur takið þátt, ég tala þetta. Alþingi á að endurspegla það samfélag sem við búum í. Herðu, ég 1 af þessi 8% sem búa hérna, greiða skatt og hefur lagt mitt fram. Ég meina, ég geti tala mínu íslensku eins og þau vilja, en hlusta á innihald. Og ef þið skilja mig ekki hika við að spyrja mig áður en þú kallar mig vanhæf. Fyrir ég alveg reiðbúin að tala við fólk og vil það. Og mín viðbrögð með þessi sem gerist núna í viku að þeim sem vilja pikka út setningur og snúa þeim á móti mig og svoleiðis, ég alveg tilbúin að loka á þetta. Ég alveg tilbúin að loka á þetta vegna þess að ég haf eitthvað erindi. Takk hérlega fyrir komuna, Nicole. Þú skilst bara mjög vel. Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn formaður VR, ætlar að setjast hjá mér eftir örskamma stund.